Pýþagórasar er regla sem á við rétthyrnda þríhyrninga. Nei. Hvað? Ég skil ekki þessu erfið orð, ég skil þetta ekki. Þetta er bara allt og erfitt. Ert þú að fara í gegnum það sama og ég? Skilurðu ekkert í Pýþagóras? Nei, og þess vegna skal ég hjálpa þér. Pýþagóras frá Samos var einn áhrifamesti stærðfræðingur síns tíma. Hann var mest þekktur fyrir framlag sitt til stærðfræðinnar og heimspeki. Hann var uppi á 6. öld fyrir Krist og stofnaði þar skóla sem lagði sérstaklega áherslu á stærðfræðileg lögmál. Sérstaklega sambandi milli talna og náttúrunnar. Frægasta framlag hans er Pýþagórasarreglan. Pýþagórasarreglan lýsir tengslum hliðanna í rétthyrndum þríhyrning. Í þessu vídeói verður talað ævi hans, áhrif hans á vísindi og heimspeki og kenningarnar hans. Já, 500 fyrir Krist þá var uppi maður sem hét Pýþagóras, sem við þekkjum öll. Og hann var fæddur á eyjunni Samos, rétt fyrir utan Vesturlönd, litlu Asíu, sem tilheyrir nú Tyrklandi. Og hann var náttúrulega með allt upp á hreinu hann og hann var með fullt af lærlingum sem voru kallaðir ný-Pýþagórar. Allar upplýsingar stærðfræði þeirra eru raktar til rithöfundar seinna á árum, jafnvel 300 fyrir Krist til kannski 100 fyrir Krist, við veitum ekki alveg, það er eitthvað svona heimildin að segja það í kringum það. Þeir héldu uppi heiðri hans og héldu áfram að rannsaka hitt og þetta og við verðum nú rannsökuð ókomna tíð líklegast því að það er náttúrulega ekkert búið að klárast og ekkert aðfara að klárast því það er fullt af rannsóknum sem maður fyrir að kanna. Pýþagórar hafa verið varðveitt regluna í hugum minni manna. Pýþagóras var mikill spekingur og hann spáði yfir þessu eins og mun líklegast koma á næstu glæru þá til dæmis spáða fyrir og reiknaði út að A í öðru pluss B í öðru F og C í öðru sko. Pýþagóras var spekingur mikill og kannaði hitt og þetta, en þekktastur er það þó fyrir að hafa fundið upp reglu til að leysa vandamál ferningstölur og lausnina við rétthyrndum þríhyrningum. Pýþagórasreglan er ein grundvallarregla rúmfræðinnar og lýsir sambandi á milli hliða í rétthyrndum þríhyrningi. Reglan var einnig þekkt í Kína, þar sem hún birtist í riti frá Han keisaraættinni. Þar er sett fram sönnun sem byggir á því að skipta ferningum og endurraða þeim þannig að þeir sýna jafngildi flatamála. Þrátt fyrir að vera einföld í eðli sínu hefur Pýþagórasreglan haft djúpsta áhrif á stærðfræðilega hugsun og er enn í dag einn af hornsteinum rúmfræðinnar. Ég vona að þið hafi lært eitthvað af þessu myndbandi, en ef ekki, þá er ég með 5 punkta sem ég skal glaðlega segja ykkur frá. Hann stofnaði skóla þar sem stærðfræðin var í fyrirrúmi. Pýþagóras var grískur fræðimaður sem fæddist á eyjunni Samos. Frægasta reglan hans, Pýþagórasarreglan, fjallar rétthyrnda þríhyrninga, svo sem A í öðru pluss B í öðru sama sem C í öðru. Reglan var nú mjög þekkt og var notuð í alls konar menningarsamfélögum, svo sem Kína. Pýþagórasarreglan er enn notuð í dag eins og við þekkjum hana. Hún er notuð í stærðfræði og verkfræði. Takk fyrir okkur!